Já, Einar, tap hérna heima öll á móti FH, bara fyrstu viðbrögð. Já, það var svekktur með tapið, sérstaklega að þetta hafi endað svona stórt. En ég get svo sem kannski, ég get ekki ætlast til að fá 3 stig út úr þessu leik því að FH voru frábærar í þessu leik og áttu sigurinn ekki skilið kannski en hann var fullstór. Svo segir FH áttu sigurinn skilið fyrri hálfleikurinn hjá ykkur sérstaklega svona slappur. Er áhyggjuefni að liðið komið svona einhvern veginn á hælunum inn í leikinn? Kannski ekki alveg sammála því, við héldum þeim alveg vel. Þær voru með boltann, spiluðu mikið, fóru kannski ekki eins oft inn, fengu kannski ekki eins mjög færi og þær hafa verið að fá í öðrum leikjum. En skoruðu hana 2 mörk sem voru ekki góð á okkar hólfu. Við fengum skorum gott mark og eigum svo upphlaup og skot í stöngina og vorum alltaf líkleg kannski, þú veist, þegar þær mistu boltann, það voru sénsar. En kannski við hefðum alveg getað spilað það betur, ég er alveg sammála því. En svo seinni hálfleikur var rosalega mikið svona upp og niður og fram og tilbaka og bæði lið fengu færi. Það nýttu sín og við nýttum okkar ekki. Svo segir seinni hálfleikurinn var svona fram og tilbaka, þetta var eiginlega bara svo að horfa á handbolta. Kringum svona 70. mínútu þá sækið heldur betur í ykkur veðrið, svo fáið þið rothögg hinum megin. Og svekkjandi að það hafi kannski ekki komið fyrir að svona vera svona lengi ofan á. Já, það hefði verið fínt að fá svona orku aðeins fyrr en þú veist, F-fæðingarnir bara þegar við vorum að gera okkur líklegt þá svöruður okkur með einhverjum sleggjum á 30 metrum í vinkilinn og svona. En F-fæðingarnir alltaf með frábært lið og hættu eiginlega í öllum stöðum, en við hefðum alveg getað varist betur í allan 3 af þessum 5 mörkum. Ísfold fer meidd út af í fyrri hálfleik og fer í burtu með sjúkrabíl. Það leit ekkert sérstaklega vel út. Þetta lúkkaði fyrir að vera hnéð á henni. Liðband heyrði ég. Hvernig leit þetta út svona við fyrstu sýn? Þetta leit hræðilega út. Svona hnéðarleg bögglast hann undir henni. Þannig að maður er hissa að það er ekki eitthvað slitið í hnéðan á henni, sko. Nú heldur betur slæmt fyrir ykkur en gleðifréttir. Selma Dögg snýr aftur í dag á bekkinn. Hún er búin að taka einhverja leiki með öðrum flokk. Styttist í að hún, komin á völlinn með meistaraflokk? Já, hún er byrjuð að æfa og búin að fá mínútur með öðrum flokki og bara þvílíkur karakter sem hún er og leikmaður og það er bara vonandi að við getum fengið hana að 100% fljótlega. Þið Grindavík Njarðvík í næsta leik í Njarðvík, hvernig farið inn í það? Næsti leikur á móti Þrótti bikar, við erum að hugsa hann núna. Það verður bara spennandi leikur. Svo að lokum þið 2 fulltrúar sem eru að fara á EM U19. Þú sem víkingur hlýtur að vera sáttur með að eiga fulltrúa. Sjálfsög, við erum mjög stolt af þeim. Hefðum alveg viljað hafa fleiri hann inni sem mér fannst ég að skilið. En það er svona, við þessar 2 eru frábær fulltrúar. Hverja hefur viljað sjá hann inni með þeim? Já, þið getið bara púslað því saman sjálf.